Pétur, bara fyrsta spurning, þú missir, já, þinn svona bestamann, Remi Martin út af, og sagan segir hann sig jafnvel, já, hvað, ertu búin að frétta eitthvað meira, veistu hvað? Ég skulle leyfa kannski læknastéttinni að koma með einhverjar niðurstöður í þau mál á þess að við förum að fara að fabulera eitthvað, sko, en mér finnst svona ansi ólíklegt að vera með í næsta leik. Já, og hann var búinn að vera alveg á eldi, 18 stig þegar hann meiðist og þetta væntanlega setur strik í ykkar reikningar, það ekki? Ég held að það þurfi kannski ekkert mig til að segja þér það. Nei, þetta kannski aulaleg spurning hjá mér. Allir sem sjá það, okkar svona aðalleikmaður og kannski höfum verið talað sem besta leikmann í deildinni og okkar sóknarleikur og varnarleikur svolítið skipulagður í kringum það sem hann gerir og hvað hann gerir ekki. Já, ég meina að ykkar viðbragð við því var greinilega mjög gott, menn að Grindavík náði aldrei að fara neitt fram úr. Ekki þannig. Þetta er dálítið delta kannski. Já, við lentum svona smá eftir þeim og tekur orku og leikplani kannski ekki alveg sniðið svona og skiptiplan og annað sem við vorum kannski að reyna að stíla inn á. Já. Það þarf bara að breyta því fyrir næsta leik. Og svo náttúrulega, eins og ég segi, þessi leikur og Kane, hann fer út af mér tvær tæknivillur og hvað er það ekki bann samkvæmt regluverkinu? Þú ert ekkert að pæla í því? Ég er jafn lélegur læknir og dómari, sko, en ég get eiginlega ekki tjá mig það og ætla ekkert að gera það. Nei. Við undirbúum okkur bara þann leik eins og við getum stjórnað og ef hann fer í bann þá minnir mig nú að hann hafi verið í banni í útileiknum móti Tindastól og mér syndist það nú það var ekkert eitthvað verra fyrir Grindavík. Nei, akkurat. En hvað, 1-0 undir og hvað svona þurfum við að gera til þess að jafna þetta strax á laugardaginn? Þú veist, það er náttúrulega, nú þarf að endurskoða þetta leikplön og allt og það þarf að náttúrulega vinna úr þessum gögnum sem við fáum úr þessu leik. Bæði náttúrulega bara hvernig þeir voru að spila vörn á okkur með án remis og hvernig við spiluðum sókn án remis. Þannig að það þarf að reyna bara að finna eitthvað út úr þessu, hvað auka okkar líkur á að koma okkur í ákjósanleg skotfæri og minnka líkurnar á Grindavík komist í ákjósanleg skotfæri. Þetta er frekar einfalt, þannig séð? Já, þetta láta hljóma Hljómar einfalt, já. Hljóma þannig, sko, en ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta verður svolítið erfitt. Já, flottir. Takk hérlega.